Jæja, góðan daginn öll sem og komiði sæl, ég vona að þið heyrið öll sæmilega í mér. Ég ætla aðeins að segja ykkur hérna í stuttu máli frá nýju kerfi húsnæðisbóta sem að tók gildi núna áramótin og er nýtt stuðningskerfi við leigjendur húsnæðis. Og svona sagan á bak við þetta er nú talsvert löng, aðdragandinn af þessu hefur verið nokkuð langur og má kannski í grunninn rekja til vinnu sem að hófst árið 2011 við mótun húsnæðisstefnu. Alþýðusambandið hefur lengi talað fyrir því að jafna stuðning á milli leigjenda og kaupenda húsnæðis. Það hefur verið nokkuð mikill munur á stuðningi hins opinbera við þessa tvo hópa og margoft verið ályktað á okkar vettvangi það að það bæri að jafna þennan stuðning og jafnvel að búa til eitt kerfi húsnæðisbóta sem þó óháð búsetu formi. Nú er það ekki verið að ganga svo langt en svona færa sig í áttina að því að jafna stuðning á milli þessara tveggja hópa. Þetta mál var eitt af þeim málum sem tengdist húsnæðismálum og var sett á oddinn í kjarasamningnum 2015 og að ljúka þessari vinnu. Þetta tók aftur á móti talsverðan tíma og málið var klárað í þinginu síðastliðið vor og lögin tóku svo gildi núna í upphafi árs 2017. Stóra breytingin við þetta kerfi að fara úr gömlu húsaleigubótunum yfir í þessar nýju húsnæðisbætur til leigjenda er að stuðningur við leigjendur hann færist frá sveitarfélögunum sem hafa haft þetta á sinni könnu yfir til ríkisins. Þannig að þjónusta með leigjendur verður samræmd á vettvangi ríkisins hvað varðar húsnæðisbæturnar. Umsýslan þetta mál er eins og stendur í höndum Vinnumálastofnunar sem sér að þjónusta leigjendur með húsnæðisbæturnar en mun færast yfir til Íbúðalánasjóðs í upphafi árs 2018 sem að mörgu leyti eðlilegra að það sé stofnun eins og Íbúðalánasjóður sem heldur utan húsnæðisstuðninginn. Mikilvæg breyting sem var sömuleiðis gerð með þessum nýju lögum húsnæðisstuðning eða samhliða þeim var að öllum sveitarfélögum var jafnframt gert skylt að greiða svokallaðan sérstakan húsnæðisstuðning eða það sem áður hétu þá sérstakar húsaleigubætur til þess hóps sem á rétt á stuðningi í félagslega húsnæðiskerfinu en fær ekki húsnæði á vegum sveitarfélagsins sem fær þá viðbótar húsnæðisstuðning umfram þessar almennu húsaleigubætur eða núna húsnæðisbætur. Þetta var áður valkvætt hvernig sveitarfélögin fóru með þetta. Nú er ekki svo, nú hefur ríkið tekið yfir greiðslu og umsýslu með almenna húsnæðisstuðningnum til leigjenda en sveitarfélögunum er jafnframt gert skylt að greiða þennan sérstaka húsnæðisstuðning. Óhagræði fyrir leigjendur eru auðvitað það að þeir sem eiga rétt á sérstökum húsnæðisstuðningi þurfa að leita á tvo staði annars vegar þá til Vinnumálastofnunar svo stendur með almennu bæturnar og til síns sveitarfélag með sérstaka húsnæðisstuðningi. Það hefur auðvitað verið heppilegra að hafa þetta á einni hendi fyrir einstaklingana. En svo við víkjum aðeins að þessu nýja húsnæðisbótakerfi sem að styður við leigjendur að þá svona í stuttu máli getum við sagt að það var löngu komið tími til þess að gera umbætur á stuðningskerfinu við leigjendur. Fjárhæðir húsaleigubótana þær höfðu verið óbreyttar frá árinu 2013 og við vitum að frá þeim tíma hefur þetta bæði leiguverð og laun hækkað mikið þannig að verðgildi húsaleigubótana hafði rýrnað mjög verulega. Nú fæ ég einhverja meldingu, þið heyrið áfram í mér og allt í góðu ykkar megin. Ok, flottir. Breytingin sem að þetta felur í sér er
talsvert fyrir leigjendur. Stuðningurinn er aukin umtalsvert í nýju húsnæðisbótakerfi. Grunnfjárhæðir bótanna hækka talsvert og mikilvæg breyting sem gerð að það tekið tillit til fjölda heimilismanna, bæði í bótafjárhæðum og tekjuskerðingamörkum og breytingin nú ekki síst þar. Og það eru hámark núna greiddar bætur vegna 5 heimilismanna og ég ætla að sýna ykkur betur á mynd og í töflum hérna eftir hvernig þetta áhrifin sem þetta hefur. En í gamla húsaleigubótakerfinu þá voru tekjur sem komu frá almannatryggingum. Þær töldust ekki til tekna þegar tekjuskerðingar voru reiknaðar. Í þessu nýja kerfi eru hins vegar allar tekjur meðhöndlaðar með sama hætti, þannig að bæði tekjur almannatrygginga og launatekjur og aðrar tekjur hafa áhrif til tekjuskerðingar. Og þetta getur við sagt að jafnsetja auðvitað hópa sem hafa tekjur úr frá mismunandi stöðum. Þannig að áður var það þannig að tekjulág heimili með tekjur á vinnumarkaði voru talsvert verr stödd en tekjur á einstaklingar með tekjur frá almannatryggingum. Þessir hópar eru aftur á móti jafnsettir í nýju kerfi. Hér sjáum við töflu sem sýnir breytingu á grunnfjárhæðum bótanna, eins og þær geta þá að hámarki orðið. Reglurnar núna þær ganga einfalt út á fjölda heimilismanna. Ég hef aftur á móti sett þetta hér upp sem, fyrir þá það sem býr einn í heimili, par, það eru þá 2 í heimili, einstætt foreldri með 1 barn eru þá 2 í heimili í nýju kerfi, þannig að það ekki sérstaklega talað að þetta þurfa að vera börn, heldur það einfaldlega talað um fjölda heimilismanna. Við sjáum hér í eldra kerfinu að þá hjón og sá sem og einhleypir einstaklingar, þeir fengu sömu bætur, svo var tekið tillit til fjölda barna í eldra kerfi. Nú aftur á móti sjáum við að breytingin hjá hjónum, hérna í dálkinum hægri megin, þar sjáum við grunnfjárhæðirnar í nýja bótakerfinu og við sjáum að breytingin gagnvart barnlausum hjónum er langsamlega best vegna þess að þau reiknast þá í nýju kerfi sem 2 einstaklingar. Með sama hætti og einstakt foreldri með 1 barn eru 2 einstaklingar, þá er grunnfjárhæð bótanna hinn sama. En svona heilt yfir þá sjáum við að þetta er talsverð breyting á grunnfjárhæðunum. Það er líka veruleg breyting hvað varðar tekjuskerðingarreglurnar. Áður var það þannig að tekjuskerðingarmörkin voru 212.500 krónur á mánuði og bætur skertust fyrir tekjur umfram það alveg óháð fjölda heimilismanna. Þannig að tekjuskerðingarmörkin voru jafn há eða lág, hvernig svo sem við viljum líta það fyrir einhleypan einstakling og 5 manna fjölskyldu. Þessu hins vegar öðruvísi farið í nýja kerfinu. Þar taka tekjuskerðingarmörkin tillit til fjölda heimilismanna og við sjáum nýju tekjuskerðingarmörkin hérna hægra megin á skjánum að nú hefst skerðing hjá einhleypum einstakling við 258.000 og ríflega 300 krónur, hjá pari við 341.000, þess að hjá 2 í heimili, ef það eru 3 í heimili þá hefst tekjuskerðingin við 400.000 og það sem eru þá 4 eða fleiri við 433.000 krónur. Þannig að þetta er mikil breyting. Áður þá skertust bæturnar við, var tekjuskerðingin 0,67% af tekjum þá umfram þessi 212.500 á mánuði. Nú skerðast bæturnar hins vegar um 0,75% af þá samanlögðum mánaðartekjum allra heimilismanna sem orðnir eru 18 ára gamlir. Og eins og ég sagði áðan að þá er núna sömuleiðis tekið tillit til eða horft til almannatrygginga við tekjuskerðinguna.
það sem aftur á móti kemur í ljós núna þegar kerfið tekur gildi og kannski sem hluta til afleiðing af því að það var svona lengi í gegnum kerfið að frumvarpið kemur upprunalega fram á þinginu fyrir haustið 2015 svo samþykkt eins og ég segi þarna vorið 2016 og þegar að frumvarpið kemur fram og þegar það samþykkt að þá eru tekjuskerðingarreglurnar með þeim hætti að þeir sem að hafa hámarkstekjur hámarksbætur almannatrygginga við getum sagt þess að tekjulægsti hópur lífeyrisþega og þeir sem að hafa lægstu tekjur á vinnumarkaði þeir fá fullar húsnæðisbætur. Nú aftur á móti hafa hámarksbætur almannatrygginga hækkað í 280.000 fyrir þá sem að búa einir. Lágmarkstekjutryggingin mun fara í 280.000 í maí núna 2017 og miðað við þessar óbreyttar tekjuskerðingarreglur þá fá þessir tekjulægstu hópar lífeyrisþega og launafólks ekki óskertar húsaleigubætur að óbreyttu heldur mun þær taka skerðingum ef ekki verður gerð breyting á tekjuskerðingamörkunum og manni þætti nú eðlilegt að þetta séu hóparnir sem að njóta að minnsta kosti fullra bóta. Það eru sömuleiðis ákvæði varðandi eignaskerðingar í þessu. Húsnæðisbætur þær skerðast ef að samanlögð eign heimilismanna yfir 18 ára aldri umfram 6,5 milljón og bæturnar falla alfarið niður þegar samanlögð eign orðin umfram 10,4 milljónir. Sömuleiðis geta húsnæðisbætur ekki numið hærri fjárhæð en 75% af húsaleigu en eins og húsaleiga að minnsta kosti hér á svona Stór-Reykjavíkursvæðinu þá er nú lítil hætta á því að bótafjárhæðirnar nái því marki. Ef við skoðum aðeins á mynd hvernig þetta lítur út og þær breytingar sem að verða, þá sýnir þessi mynd hér húsaleigubætur og nýjar húsnæðisbætur fyrir einstakling sem barnlausan einstakling og hér á neðri ásnum þar eru tekjur viðkomandi og hér á lóðrétta ásnum þær húsnæðisbætur sem hann fær á mánuði. Bláa línan hér sýnir gamla húsaleigubótakerfið eins og það var fyrir 2017 og þá sjáum við að sá sem hafði 220.000 krónur, hann fékk hér ríflega 20.000 krónur í húsaleigubætur í gamla kerfinu, hann fær aftur fullar húsnæðisbætur í nýju kerfi 31.000 krónur. Þannig að breytingin hér talsvert mikil. Hér sjáum við líka að tekjuskerðingin hefst síðar, við sjáum að línan bein hér sem þýðir að tekjuskerðingin hefst síðar í nýja kerfinu og bæturnar falla síðar niður. Í gamla húsaleigubótakerfinu voru bætur á fullu skertar fyrir þennan einstakling í 480.000 króna tekjum, það gerist hér við tæplega 600.000 krónur. Ég teikna hér inn línu líka sem að sýnir hámarksvaxtabætur og kannski hef þann fyrirvara á að vaxtabótakerfið auðvitað mjög háð eignastöðu einstaklingsins og hér ég þá ekki að taka tillit til þess heldur eingöngu að horfa á þær vaxtabætur sem að viðkomandi gæti átt rétt á að því gefnu að það sé engin eignaskerðing miðað við sömu tekjuforsendur og þannig að þetta eru þá eignalitlir einstaklingar í báðum tilvikum og þá sjáum við að enn stuðningur við þá sem eru þó að kaupa húsnæði talsvert meiri en við þá sem eru á leigumarkaði miðað við þessar forsendur. Hér sjáum við sambærilega mynd fyrir þá par sem barnlaust og aftur sjáum við að breytingin umtalsverð í nýju kerfi en áfram húsnæðisstuðningurinn við þá sem að kaupa húsnæði nokkuð meiri en við
þá sem eru á leigumarkaði. Hér kemur svo sambærileg mynd fyrir par með 2 börn, það sem eru 4 heimilismenn og þar féllu bæturnar áður niður þegar samanlagðar tekjur heimilismanna voru 760.000. Nú gerist það þegar samanlagðar tekjur eru ríflega 1 milljón og sömuleiðis þá hækka hámarksbætur til þessa hóps úr 44.000 í 51.000 á mánuði. Hér kemur svo enn myndin fyrir einstætt foreldri með 2 börn sem þá í nýju kerfi eru 3 heimilismenn og þessi hópurinn hins vegar að því gefnu að hann sé eigna lítill fær betri stuðning í nýju húsnæðisbótakerfi en í vaxtabótakerfinu hjá þeim sem eru mjög tekjulágir. Ef ég sýni ykkur svo aftur svona dæmi en í töflum í staðinn fyrir á myndum, að það sjáum við að einstaklingur sem hefur lágmarkstekjutryggingu 260.000 krónur í mánaðartekjur, hann hafði í eldra kerfi húsaleigubóta ríflega 18.000 krónur, fær aftur á móti tæplega 31.000 krónur í húsnæðisstuðning í nýju húsnæðisbótakerfi. Breytingin umtalsverð, tæplega 12.700 krónur sem að gera 70%. Einstætt foreldri með sömu mánaðartekjur, breytingin hjá þeim, það var auðvitað hópur sem var hærri í gamla kerfinu. Þar hefði fengið 32.000 krónur í gamla húsaleigubótakerfinu, fær núna 41.000 krónur í nýju kerfi, breytingin ríflega 8.800 krónur eða 27%. Og hér þá í öllum tilvikum að miða við að það sé engin skerðing vegna eigna, semst eignir viðkomandi heimilisins séu þá undir 6,5 milljón og að bæturnar séu undir 75% af leigufjárhæð viðkomandi. Hér svo dæmi einstakling sem hefur hærri mánaðartekjur, 400.000 krónur í mánaðartekjur, breytingin hjá honum, þetta þá barnlaus einstaklingur, bæturnar fara úr ríflega 6.900 í ríflega 18.000, breytingin 11.000 krónur sem er 163%, þetta er umtalsverð breyting og svo einstætt foreldri með 2 börn, þá heimili þar sem eru 3 heimilismenn, þar fer stuðningur úr 29.000 krónum í 48.000 krónur og aukningin 63.000. Hér svo aftur par með 550.000 krónur í samanlagðar heimilistekjur. Þau hjón fengu engar bætur í gamla húsaleigubótakerfinu vegna þess að þar voru sömu tekjuskerðingamörk fyrir einstakling og barnlaust par. Þar hefur hins vegar orðið breyting á, þar tekið tillit til þess að það skuli búa 2 einstaklingar á þessu heimili og þetta par fengi í nýju kerfi ríflega 22.000 krónur í húsnæðisstuðning. Par með sömu tekjur sem með 2 börn á heimilinu fékk í gömlu kerfi ríflega 17.000 krónur, núna 41.500 krónur, breytingin 24.000 króna aukin húsnæðisstuðningur á mánuði sem er 139.000. Hér svo aftur tekjuhærra heimili, par sem hefur 800.000 krónur, engin börn á framfæri, það fékk ekki stuðning í gamla kerfinu og ekki í því nýja heldur, þannig þar engin breyting. Hafi þetta par hins vegar börn á framfæri, séu þó 4 heimilismenn, að þá eykst stuðningurinn ríflega 42%. Þannig að af þessu má sjá að breytingin frá gamla húsaleigubótakerfinu sem ég sagði áðan hafði auðvitað verið óbreytt, alveg óbreytt frá árinu 2013 þegar voru gerðar á því nokkrar breytingar. Það var löngu kominn tími til þess að ráðast í að auka stuðning við heimili á leigumarkaði og þetta sannarlega talsvert stórt skref í þá átt
og ætti að létta undir með þeim heimilum sem þar erum. Við vitum að þrátt fyrir þetta að þá það ennþá þannig að þau heimili sem eru mjög tekjulág á leigumarkaði eru mjög mörg með húsnæðiskostnað sem langt umfram það sem við getum talið ásættanlegan og hafa mjög þungan húsnæðiskostnað. En þetta vissulega skref í rétta átt. Eitt sem kannski rétt að nefna að þeir einstaklingar sem fengu greiddar húsaleigubætur í gömlu kerfi, þeir þurfa núna að snúa sér til Vinnumálastofnunar og sækja bætur í nýja kerfinu eða nýju og það má meðal annars gera inn á þessum vef þar sem hægt að finna allar upplýsingar þetta nýja kerfi, húsbót.is sem er upplýsingavefur Vinnumálastofnunar nýtt húsnæðisbótakerfi en þeir beina því til allra sem fengu greiddar húsaleigubætur frá sínum sveitarfélögum að endurnýja umsóknir sínar núna og til þess að fá stuðning í nýju kerfi.